Já, velkomin á Frelsi TV, Pétur Axelsson hérna. Ég er hugsanlega hér með stærstu fréttir Íslandssögunnar og þessi frétt er að fara allan heim núna og þess vegna hef ég hvatt menn til þess að fara ekki mótmæla því það er gildra og nú er tími til að halda sig heima, halda vídeófundi og fundi og fullkomlega friðsamlegt að falla í ofbeldisgildruna gerið þið á ykkar eigin ábyrgð. Ég ráðlegg gegn því og við verðum að taka þetta lagatæknilega og ég er búinn að vera með alls konar kenningar og núna rignir inn sönnunargögnum og hérna er sönnunargagnið sem ég hef verið að bíða eftir. Þetta allt þetta peningakerfi sem við erum í og allir þessi verðtrygging og seðlabanki og íslenskar krónur og evrur og þetta er allt saman blekkingar og þetta er gert þannig með þessu skjali hérna. Hérna er ráð 300 sem ég margoft talað við ykkur í tengslum við Bilderberg. Það situr hérna yfir Bilderbergurum og við erum með sannanir fyrir því að Íslendingar hafa mætt hér. Það er engin að rífast fyrir það svo sem. Og síðan er Sameinuðu þjóðirnar. Þið sjáu að þær eru undir stofnun. Þetta er allt saman einkafyrirtæki sko. Það er ekkert af þessu lýðræðislegar eða almenningur kemur hvergi nálægt neinu af þessu. Og hérna, ef ég fer yfir þetta merkilega skjal hérna sem að er gefið út 20. febrúar 2007 og þið munið hérna sturlaða viðtali við hana Christian Lagarde sem er formaður IMF. Hún var að tala 7 og 20 og 7 plus og 14 plus 7 væri 20. Það hún er að vísa í þetta skjal hérna. Og þetta er sem sagt, hérna sjáum við, allt saman blekkingar. Það er engin skylda við tökum þátt í neina af þessu. En ef að þeim tekst að blekkja okkur inn í þetta, þá erum við búin að gera samning við þá. Og hérna þessna er til dæmis þessi mótmæli blekking til þess að fá fólk labbandi með fótunum niðurettir. Og hérna er aðilarnir að þessu samning. Sko þetta er gert eins og ég hef sagt ykkur áður, þetta er gert þannig og ég átti nú bara ekki vona að ég held þeir myndu reyna að fela þetta eitthvað, en þeir eru ekkert að því. Holy Heaven Father account. Name of current account. Holy Heaven Father account. Ég er ekki að skálda þetta. Þú ert ekki komin í skáldsögu, sko. Þetta er bara veruleikinn. Og bókhaldstrikkið er það að Seðlabankinn skráir einhverja peninga upphæð í debet og þetta er bakkað upp af óendanlegum dollarum, filippískum pesum, sterlingspundum, evrum, dollarum, já, euro, dollar, japans yen, og hérna eru merkin þeirra og út í óendanlega. Af því að þetta er allt saman hugaburður og vitleysa og kjafta. Ég meina við getum alveg stofnað bara reikning mannkins. Holy Heaven Father account. Ég held að þetta fólk var ekki trúað. En það virðist vera eitthvað trúað. Og hérna eina heimildina fyrir Satan er náttúrulega í Biblíunni. Þannig að hérna er the smoking gun eins og þau segja. Og við getum alveg bara opna reikning hjá Guði og borga tilbaka. Það er bara, við höfum alveg rétt í þess eins og þetta fólk. Þetta fólk fættist ekkert merkilegra en við, sko. Og hérna eru svona skráningahefðir og þið getið lesið þetta í smáatriðum. Þið sjáið hérna, held ég linkin fyrir ofan, ég skal reyna að setja þetta undir vídeóið. Og hérna þannig að þetta eru engar smá fréttir sem að flæða núna heimsbyggðina og þetta er ekki bara
Ég sem að tala þetta fer núna eins og heitur elda, hvað það? Eldur sinu, hvernig eigum að orða það? En ef við flettum niður og svona alls konar við. Ég var bara að fá þetta í hendunar, þannig ég er bara að hlaupa með þetta í live útsendingu, live. Já, er eitthvað svona tæknileg atriði. Citibank, Bank of America og allt saman stimpla, sjáðu. Og þið bara lesið Brasilíubanki. En allt þetta bankakerfi er blekking með þessna stendur á dollarastæðlinum in God we trust og God með stórum stöðum, sjáðu. Og sjáðu þið alls konar banki Norður Kóreu sem ég hélt að væri óvinur okkar. Eða einhver svona gríla undir brúnni. Þið sjáu að það eru allar ríkisstjórnir heims inn í þessu plotti. Hver ein og einasta. Og þetta er blekkingin sem að hrynja og þess vegna farnir að draga út vopnin. Þessi bankamenn, þessi bankamafía, eða hvað við viljum kalla þetta, alltaf þegar þessi blekking fer að komast upp á yfirborðið þá byrjar að drepa alla. Það er svona. En þeir þurfa að gera það rétt. Þeir þurfa að starta byltingu. Þeir þurfa að fá fólk til þess að framkvæma ákveðna hluti þannig að þeir geti skýrgreint ástand sem hentar þeim og þá geta þeir þurrkað upp fólk sem þeim hentar ekki lagalega. Sko, þegar að ákveðin ástand myndast þá breytast svolítið lag og þess vegna þessi ebóla er ég að segja ebólan er blekking að sko ef það kemur eitthvað svona eins og ebóla þá er náttúrulega ákveðnir procedure að bregðast við því, það er eðlilegt sko. Það er til dæmis ekki mælt með því allir fara að kyssast sem eru með ebólu og þeir sem eru ekki með ebólu, við skiljum það alveg, reyndar er besta vörnin gegn ebólu er góður matur og góð heilsa. Og þannig að þeir þurfa alltaf að búa til eitthvað svona skoffín eða eitthvað svona blekkingar til þess að geta komið sínum vilja gegn fólkinu. Og þetta skjal er það merkilegasta skjal sem ég hef séð lekið fyrr og síðar. Og nú förum við að nálgast, gaman að sjá hver banki 666, bara þannig fyrir númera kallana, 666. Já, það lítur að koma bráðum. Þannig að strax eftir 666 kemur svolítið skemmtilega banki, þetta er Bank of Finland. 666 á Gibraltar. Ok, það þýðir örugglega ekki neitt. En sjáu þið hver er 686? 686. Var ekki 686? Séu það á Facebookinu með, allt á Facebook hjá Axel sko. Þetta eru engar smá fréttir. Þess vegna er eins og sá sem að sagði sem er einn af höfundunum af þessu sagði mér alveg sama hver situr lög í landinu, ef ég stýri peningunum þá er ég með hvað sem er með öllu völd í landinu. Það má segja það að hann hafi fattað það, sá sem heldur utan þessa blekkingu, hann ræður landinu. Þess vegna er ég alltaf að segja líka að fólk er að mótmæla fyrir fram að rangt hús. Það er betra að mótmæla fyrir fram að Seðlabankann. Það er hann sem er að valda öllum þessum vanda og stendur fyrir öllum blekkingum heimsins. 686, Central Bank of Iceland. Reikningsnúmer 32773764 hjá Guði. Æsbank, Kaupþing-bank, Landsbanki, Straumur Investment. Þetta eru bankarnir sem eru með þessi reikningsnúmer hjá Guði
var ekki einhver að tala að birta 50 einhver hérna það var einhver að tala að birta 50 hérna birta 50 nefnið einhverja skattsvikur og allir þetta bankalið borgar aldrei eina krónu í skatt, sko. Þetta eru blóðsugur, eins og ég sagði 2009 niður á Austurvelli. Þetta fólk blóðsugur, þetta fólk mjög hættulegt, þetta fólk gjörsamlega geðveikt og hérna það svona sem að við vinnum landið okkar tilbaka, hægt og bítandi, upplýsingar, samræður, taka höggin sem koma og hérna ég bara svona fletti gegnum þetta, þið fylgist með þessu og þið vitið það að hún Karen Hutz, ef þið getið lesið þetta, það að skrifa eitthvað latínu sem enginn skilur sér. En það skiptir ekki máli, því að við þurfum ekki að taka þátt í þessari blekkingu. Við getum sagt bara nei takk, við ætlum ekki að vera með. Hérna eru íslenska krónur sem að Íslendingar hafa ákveðið að gefa út og Guð bakkar það upp fyrir okkur líka. Þið eru með reikningi á Heavenly Father, við ætlum að borga með einhverjum öðrum peningum sem við búum bara til, eins og þeir. Sýtum bara debit þar og þessi debit í eitthvað sem okkur vantar og kredit bara eitthvað á himnum eða eitthvað. Og hún Karen Hutchins, sem whistleblower frá World Bank. Karen Hutchins. Hún búin að vera að halda því fram að allt gull veraldar sé statt á Filippseyjum. Og og ég svona, hún svolítið steikt, stelpan. Eða svona, hún að segja rosalega mikið rétt og satt, en hún líka svolítið að segja svona, eitthvað sem að ég hef ekkert sem að hún fer svolítið út fyrir kortið. Hún segir að ég hef enga sannanir fyrir, ég get vel úr þessi rétt hjá henni. Hún hitt á Filippseyjar, kútos fyrir því, það rétt hjá henni. Og hún hefur líka sagt, sko, ég ætla að sýna ykkur þessa grein, en ég ætla að taka skýrt fram að ég ekki að kaupa þetta hjá henni með World Bank stjórnað af öðrum stofni, þó það getur vel verið. David Icke hefur líka sagt þetta og þetta fólk virðist nú haga sér eins og skrýtir, en það annar mál. Hugsanlega þetta fólk að tala bara andlega, þetta fólk orðið líkara snákum heldur en mannfólki og það þekkjum við allar í goðafræðinni okkar lengst aftur í, þess að við getum rakið okkur, það alltaf verið að taka snáka. Það kannski einhver ástæða fyrir því. En hún hefur sagt, ég veit ekki hvernig hún sagði þessu viðtali, hún hefur sagt að allt gull heimsins sé búið að smala saman upp í Filippseyjum. Og þessi pappír sem ég var að sýna ykkur áðan, þessi hann gefinn út í Filippseyjum sem mjög athyglisvert. Og Katrín líka að segja, sko, annarkvort náum við að díla við þetta eða við keyrum beint inn í myrkar miðaldir. Þar sem að þessir blekkingameistarar hlupu upp allar sveitur og drápu fólk og pyntuðu og þið veitir hvernig það var allt saman. Það verið að starta því alls staðar núna. Skiptir engum máli hvað það heitir. Sko, ég meina, ef að einhver nauðgar eitthvað, skiptir máli hvort hann var í Gucci eða Jack and Jones fötum, ef það einhver áhrif á umræðuna. Sama að þessi blekking hefur verið keyrð aftur og aftur og aftur í heiminum, þar sem að fáir vilja nýta sér alla hina til þess að þurfa ekki að gera þetta, fólk nefnir ekki að vinna, sko. Og náttúrulega sjúkt af valdasýki
og ég hef útskýrt það í þessu löngu vídeói, það er búið að vera svo mikið að gera og ég náttúrulega að vinna á fullu, þannig að ég teki svona 1 til 2 tíma á hverju kvöldi. Og það er bara fyrir svona lengra leita frelsisisma að fara í gegnum það. En þarna er svo stór lykill að þið getið ekki trúað hvað þetta er stór lykill og við erum komin með gagnið og dreifið þessi vídeó allstaðar sem þið getið, reynið að sko við getum mótmælt einhvern seinna, ekki núna þegar það er meiri líkur en minni að sé stór hættulegt og þetta sé setup. Og þeir sem eru að ná árangur í þessu, eins og ég er búin að vera í þessu frá 2009, fram að því var ég bara hamingjusamlega sofandi og bara í alls konar ævintýrum einhverjum. Og sko ég er búin að vera í þessu sem sagt í 5 ár núna og ég er mikið búin að hlusta í sko 10 ef ekki 100 klukkutíma á menn og konur sem hafa verið í þessu 20, 30, 40 ár sko. Og ef að ykkur dettur í hug að fara með að vera með einhver læti niðri í miðbæ núna muni breyta einhverju, þá er fallið undir skýrgreiningu Albert Einsteins að gera alltaf sama aftur og aftur og aftur og búast við annarri niðurstöðu. Og ég meina þið eru frjáls, ég er ekki bara að tala við ykkur, öllum frjálst að gera allt sko, það getur vel verið að þurfa að vera alveg hellingur af blóðsúthellingum áður en þetta sannleikurinn kemur í ljós, það er nú yfirleitt þannig. En ég held að við ættum að vera svo menntuð núna og við ættum að vera svo klár, þannig að við hljótum að geta sneitt hjá slíkum blóðsúthellingum og byltingin að fara brjálaður niður í bæ og fara að kasta skýri eða mandarínum eða hvað, það er fundið upp af þessum sömu aðilum til þess að bara þeir sem eru reiðastir í þjóðfélaginu, þeir bara raða sér upp fyrir vélbyssusveitina. Þannig að núna verða að auglýsa eftir fallbyssufóðri niður á Austurvöll. Og að það eru allir inn á þessari blekkingu, allir sem að það er engum hleypt neitt upp stigann ef hann kyngi þessari eitru pillu Satans sko. Og það eru svo margar hindranir í veginum að þú kemst ekkert og svo náttúrulega kosningaúrslitin fölsuð og þegar ég segja kosningaúrslitin eru fölsuð þá er það meira heldur en bara atkvæðagreiðslan sjálf sem er þetta þrælfölsu líka, það er svona ferillinn af því sem er líka falsaður. Þess vegna segir sko kosningar er sama og bænir þegar þetta púla sko, og svo þetta er ekki fyrsta skipti sem að þessi svikamilla er keyrð yfir heimsbyggðina, þetta verður gert aftur og aftur og aftur. Og þið muni hvað þið sögðu Jonestown, þeir sem að læra ekki að sögun eru dæmdir til þess að endurtaka hana. Og við þurfum að vinna þetta stríð sko, og annað sem að Sun Tzu sagði sem að er elsta hertæknibók heims, hún var skrifuð svona 2005-3000 árum í Kína, að hann segir sem að allir vita sem hafa komið nálægt einhverjum styrjöldum að áður en þú ferð á vígvöllinn þarftu að vera búin að vinna stríðið, þannig að þarftu fáviti sko. Og að fara að vaða fullur og reiður niður í bæ og fara, þú veist, já, ég mæla ekki með því, alveg á hreinu og stór vara gegn því. En þetta er skjalana, þetta sannar svindlið sem er í gangi. Þetta sannar það að sá sem að lánaði þér pening fyrir húsinu þínu, að hann fékk lán á móti hjá Guði, the Holy Heaven Father. Þar fengu þeir kreditið. Og ef að það er ekki blekking, glæpsamleg starfsemi eða hvað þið viljið kalla það, þá veit ég ekki hvað. Ég meina það hefur engin einkarétt á Guði sko, eða Holy Heaven Father. Það er reyndar verið að, já, þið vitið það, þetta er hugtak og ég verið að vara við hópisma, þetta er hugtak, þetta er blekking.
að drepa fólk og níðast á fólki og rífa þeim heimilin og lifibrauðið með kredit hjá Guði. Það segir það ekki svolítið sjálft. Veit það ekki, hvað finnst ykkur? En sem sagt, þá lík ég ætla að reyna að hafa þetta í örlítið styttra lagi, menn er bara svimar þegar sjá vídeóið mín. En endilega dreifiði þessu vídeói út um allt. Ég held að þið vitið af hverju. Takk fyrir komuna, megi Guð blessa ykkur. Guð með stórum staf og 2 litlum á eftir. Og Guð með öllum litlum sem að situr hér býður að blessa ykkur. Endilega horfið á það vídeó líka. Takk fyrir og bless.